Góða kvöldið og verið velkomin í Skeifnarsprett. Í þættinum í kvöld ætlum við meðal annars að hitta fyrir mann sem bundinn við hjólastól en stundar hestamennsku af krafti. Svo ætlum við að fara í Skagafjörðinn og skoða nýjustu stjörnu Hafsteinsstaðabúsins, en fyrst byrjum við hér á Akureyri og hittum fyrir hann Baldvin Ara. Baldvin Ara Guðlaugsson þekki allir hestamenn, en Baddi eins og hann jafnan kallaður hefur áraraðir verið í fremstu röð, bæði sem knapi en einnig sem hrossaræktandi. Ræktun hans og fjölskyldunar kennd við Efri Rauðalæk á Þelamörk í Eyjafirði og hefur hlotið fjölda viðurkenninga. Og sjálfur Baddi hlaðinn viðurkenningum fyrir reiðmennsku. Íslandsmeistari hefur hann orðið auk þess að sigra landsmót og fjórðungsmót og keppa fyrir Íslands hönd á heimsmeistaramótum. Þá hefur hann einnig verið öflugur sýnandi kynbótarhrossa í fjölda ára, mestur eigin ræktun. Fjölskylda Badda var hins vegar ekki í hestamennsku og því má segja að tilviljun hafi ráðið því að hann sýktist af bakteríunni ungur að ári. Upphafið var nú bara svolítið skrítið að ég var á kafi í fótbolta og skíðum og handbolta bara eins og allir strákar á Akureyri og kynni svo ungum dreng í skóla og hann átti hesta og ég fór á bak með honum og fæ svona ægilega dellu, kaupi mér ef átna hérna makk. Hún var óvart fylfull, fæddist fórlald og 14 ára ég bara komin á kafi í hesta og hef ekkert séð annað síðan. Nei, hættur í boltanum þá alveg eða? Nei, ég voða gaman að fylgjast með og mikill áhuga maður. Var að koma í gærkvöldi frá Barcelona, horfa á Arsenal Barcelona spila í fótbolta. Já. Þannig að maður reynir að gera eitthvað meira en bara hestana. Já, hestarnir eru númer 1 og hefur Baddi helgað þeim allt sitt líf. Fyrir utan keppni og ræktun hefur hann einnig unnið ötuglega markastafi erlendis, meðal annars vítt og breytt Bandaríkin. Það liggur því kannski beint við að spyrja hvort munu sé á keppni hérlendis og erlendis. Við erum með gríðarlega mikil gæði hér og auðvitað misjafnt eftir hvað maður ber við. Ef það Ameríka eða einhver lönd þá þeir langt á eftir okkur. Þjóðverjar eru mjög sterkir og öflugir og það eru flott mót en stóri heimurinn alltaf að verða öflugri líka. Við þurfum að vera á tánum hérna heima, viðhalda okkur í reiðmennsku og þessar reiðhallir okkar núna nýju eru virkilega búin að hjálpa okkur til að gera okkur að betri knöpum og þjálfa betur og það er af hennum góða. Já. Nú ertu kannski Baddi, sem maður segir hérna, Baddi hestamaður á Akureyri og þú þekkir náttúrulega þetta svæði líka mjög vel. Ertu búin að vera hérna stunda þín hestamennsku og rækta þín hross og svona. Er eitthvað munur á Eyjafjarðarsvæðinu eða Akureyri versus bara kannski að móti Suðurlandinu? Já, við erum mjög íhaldssamir Eyjafirðingar, við erum ekkert mikið fyrir að breyta hlutum kannski og stundum erum við seinir til að aðlaga okkur nýjungum og við vorum svolítið sein að fá reiðhöllina hérna kannski og við höfum orðið pínu eftir á síðustu árin. Við áttum hérna áður fyrir kannski grimmari hópaknöpum að sigra landsmót og unglinga og annað. Svo kom svona downsveifla fannst mér, þeir tóku fram úr okkur aðrir hlutar en við erum virkilega að rífa okkur upp núna. Höllin að gera góða hluti og reiðkennsla og mikil fagmennska koma á svæðið aftur, þannig að það er björt framtíð. Og þurfum kannski líka bara að herða okkur? Já, ég held að við þurfum að gera það. Ræktunin hefur verið mjög sterk hérna. Við höfum ræktað gríðarlega gæðinga, en kannski hefur svona tæknileg reiðmennska og útfærsla ekki verið alveg eins góð hjá okkur eins og annars staðar. Það var kannski bara því að reiðirleiðin komu seint og... Já, það helst í hendur. Já, helst í hendur. Já, talandi ræktun. Nú verður að fá montaðið eitthvað smá. Ég ætla nú ekki að fara að telja upp allan þinn árangur að því leyti, en hvað það sem stendur upp úr hjá þér? Við á Efri Rauðalæk, þetta er fjölskylda, þetta er ég og kona minn Ingveldur og mamma og pabbi sem við eigum þetta saman og erum með þetta tamningahús á Akureyri og jörðin í Hörgárdal. Þar erum við með 140 hross og fáum 20 fólöld og kannski þegar við tvígang orðið fengið valið besta keppnishestabú ársins í hrossarækt á Íslandi og við höfum ræktað hesta sem orðið heimsmeistarar eins og Hraunar og frá Efri Rauðalæk og fleiri og það er búin að vera mjög mikill bara kannski góður árangur hjá okkur. Baldvin Ara og fjölskylda lögðu strax í upphafi mikla áherslur á að eignast góðar hryssur. Flestar eyfiskar af gömlum og góðum stofni. Meðal þeirra má nefna hryssur eins og Kviku frá Brún, Dögg frá Akureyri og Sögu frá Þverá í Skíðadal sem allar hafa getið að sér fyrstu veluna afkvæmi í bunkum en auk þess hafa mörg þeirra gert góða hluti á keppnisvellinu. En að eiga góða hryssur eitt,
Að selja undan þeim annað. Kannski að því maður ferðast mikið erlendis að kenna og sýna, þá er maður líka svolítið að tána hvað markaðurinn vill, hvernig hross þau vilja. Fólk í Þýskalandi, það vill hafa hesta sem virkilega eru mátulega viljur, ekki of-viljur. Ef þau vildir að stoppa, þegar þú kemur á autobaninum, þá viltu ekki hafa hest sem er svona við að rjúka og það er bara bílar á 300. Þannig að maður svona hefur kannski verið hugsandi það í ræktuninni, að rækta hesta sem eru efni í keppnishesta eða frábæri reiðhestar og svoleiðis. Og þið eru alltaf að para saman 2 einstaklinga. Hvað ertu þá að hugsa? Segjum bara hérna á Íslandi, þú ætlar að fara að búa til einhvern góðan keppnishest. Hvað er það sem þú ert að hugsa þá? Sko, í gagnabankanum í hausnum á manni eru gríðarlega mikla upplýsingar kannski móðir, langömmurna og forfeðurnar sem að safnast í hausinn á manni. Síðan lítur maður á gripinn og maður horfir á hann kannski út frá því hvernig hann er líkamlega byggður. Maður ræktar hest út frá líkamlegu byggingum. Ef að til dæmis hestur er of miðlangur, þá reynir maður kannski að para stóðhest á móti mjög langri meri sem er stuttur hestur. Þannig að balansin sé góður. Það er ákveðin byggingarlag á hestinu sem að hjálpar honum að vera góður. Og það er það sem ræktandi þarf að huga. Byggingin er eitt. Útlitið er annað, að hafa þetta mikið fax og fallega hesta því að markaðurinn vill kaupa fallega hesta. Síðan er það sem er hérna inn í hausnum, það er geðslagið. Fallegt auga, karakterinn, að þetta séu fljóttamin hross. Því að ef að ræktandi ræktar hesta sem tekur mörg ár að gera góðan, þá er það dýrt. Þá er tap á hestinu. Ef hesturinn er geðgóður og samvinnufús og verður bara strax góður og það er kannski komin kaupandi eftir hálft árið eitthvað, þá er það mjög jákvætt rekstrarlega séð. Og auðvitað er það líka hestarnir sem allir vilja fá og við viljum rækta. Síðan þegar maður yfir í gangtegundir, í dag er mjög vinsælt að hafa mjög hágenga hesta, tölt-hesta, mjúka og góða og maður kannski sótt svolítið þá hesta. Sem gefa fótaburð og hreinar gangtegundir. Þegar fólk er að rækta hross, þá finnst mér oft, en það er mín tilfinning, að það sé einblínt ofboðslega mikið á stóðhestana, en minna á hrissurnar. Finnst þér það að vera raunin? Já, allt og mikið raun og veru. Raun og veru því að gullið eru hrissurnar. Hestarnir eru allt og við getum notað þá, en við erum svona athyglisjúkir og stóðhestur og spennandi og hormón og fax og töffaraskapur og þetta er sjó í kringu þá, en sem alvöru ræktendur eru alltaf að pæla í merunum. Aðalega að vera með góður hrissurnar, langræktuð merarnar. Vita hérna, ég er með meri hérna sem að sko langa menna vann landsmótið á Þverárum 1968 sko. Það finnst mér geðveið sko. Það er keppnis. Og svo var dóttir hennar einn bestamennin í Firði frá Hall á Rauðhúsum Dögg kom svo út úr þessu og þetta maður þekka þennan boga og það er styrkurinn. Svona gena styrkurinn í þessu. Sjálfsagt tengja flestir hestamenn badda við galsa frá Sauðárkróki, þann mikla 5-gangshesta föður. Óhætt er að segja að ferill þeirra beggja hafi verið samofinn hvor öðrum allt frá því að þeir félagar settu einkunnamett fyrir hæfileika á landsmóti 1994. Enda hefur galsi mikið verið notaður í ræktun á Efri Rauðalæk og því er ekki að undra að búið hafi fyrst og fremst verið þekkt fyrir kraftmikil aðhliðarhross. En nú eru vísbendingur að áherslurnar séu að breytast. Þekktustu keppnishross búsins hér á landi hins síðari ár eru töltífunni Randalín og Rósalí. Er það merkjum að Baldur sé að skipta gír? Það kannski gerðist, hann Galsi náttúrulega var kannski mesti skeiðstur fyrr og síðar og undan honum kom í hross með 2.10 fyrir skeið úr okkar ræktun og raunar 5-gangs heimsmeistari og gríðarlega kannski, við hefum verið þekktari fyrir 5-gangs línuna. Á vissum tímapunkti þá var kannski markaðurinn frekar að fara yfir í klárhrossin og tölthross og við keyptum þá hluti honum Tristir og Feti. Vildum fá hérna orrablóð aðeins og meira tölt og hérna fax og prúðleika. Þetta svona passaði svolítið í þessum galsagenum okkar og út frá því, er eins og þær systur Rósalín og Randalín komnar, þessar miklu töltmerar og hérna Bliki töltari í Þýskalandi, þýskur meistari og þannig að það má kannski segja markaðslega séð hafi maður fyllt þessu. Mjúkt, hágengt tölt, dillandi hross maður má ekki bara svona sjálfan sig, maður verður að rækta líka það sem og ég fíla þau ekki síður, það er gaman að þeim líka. En ef þú þyrftir að velja? Já, sko, annað hvort eða? Já, sko, minn
sko, minn draumahestur svona hestur eins og Galfur Sauðárkróki eða Hrafntinna frá Dalvík sem eru gríðarlega góð á öllum gangtegundum og svo hefur þetta æðislega skeið og kraft og spyrnu. En það ekki allir sem fílar það og markarinn meiri hinum megin. Og þá hefur maður það líka á boðstólum. Töldmót KS-deildarinnar fór frá miðvikudagskvöldi 16. mars síðastliðinn. 21 knapar úr 7 liðum öttu þar kappi í stóru skemmtilegri keppni. Kvöldi fór þó nokkuð rólega af stað og það var ekki fyrir 9. parið mætti í braut og stóru tölunar fór að birtast. Gísli Gíslason og glæsilegur keppnishestur hans, Trimbill frá Stóraási, mættu í braut og áttu stórfinna sýningu og skutust upp á toppinn með 7,43. Trimbill einstaklega hreyfingafallegur og mjúkur geðingur eins og við sjáum hér. Ísólfur Líndal mætti meðan Freyði frá Leysingastöðum og áttu þær einnig flotta sýningu í forkeppninni. Og hlutu þegar uppi var staðið sömu einkunn og Gísli og Trimbill. Þórarinn Eymundsson mætti með kraftsónu takt frá Varmalegg en þeir félagar voru, rétt eins og Ísólfur og Freyði raunar, í A-úrslitum í fjórgangi nokkrum vikum áður. Sýning þeirra heppnaðist frábærlega og hlutu þeir einkunn upp á 7,37 og 4. sætin í A-úrslit. Helga Una Björnsdóttir skellti sig norður yfir heiðar með töltífina Vá frá Höfðabakka. Þær háðu harða baráttu við Mette Mannseth og undrabandi Vita frá Kagaðarhóli, bæði í forkeppni og í B-úrslitum. Það fór svo að Helga og Vá höfðu betur og unnu sér sæti í A-úrslitum síðar kvöldið. En öruggur sigurvegari kvöldsins var töltíma Randalín frá Efri Rauðalæk og Bjarni Jónasson knapi hennar. Sérstaklega þótti sýning þeirra í forkeppni flott og hlutu þau langastu einkunn upp á 8,20. Í sjálfum úrslitunum var þeim ekki skákað og höfðu þau nokkuð öruggan sigur. Sérstaklega var það sætt fyrir Bjarna sem mist hafði að sigri í 5 gangi hálfum mánuði áður þegar skeiðsprettirnir mistókust. Þetta sinn voru engin mistök gerð. Þið eru búin að vera saman svolítið lengi. Myndirðu segja að mér sé að toppa núna? Já, vonandi já, mér finnst það. En hún eftir að batna, þó nokkuð mikið í viðbót. Hvað svona liggur á bakvið svona sigri? Það bara endalaus heimavinna, endalaus þjálfun og pælingar og já, þetta bara heimavinna. Og þetta gott hross, mjög gott hross og það þarf svona efni við til þess að geta eitthvað. Það ekki nóg að æfa sig heima. Hvert framhaldið með hana í ár? Það nú landsmót. Það stemt með það á landsmót. Ertu eitthvað farin að hugsa lengra næsta ári jafnvel? Já, maður alltaf að hugsa. Það alltaf að hugsa, það heimsmeistaramót eftir 2 ár og það að gera að hugsa eitthvað. Ekki? Herru, til hamingju með sigurinn aftur. Takk. Það stundur sagt að hestamennska sé fyrir alla. En sjaldan á það jafnvel við og í tilfelli Gísla Sverrissonar á Akureyri. Gísli hefur raun og stunda hestamennsku frá blautu barnsbeini, en fyrir nokkru lenti hann í alvarlegu hjólreiðarslysi sem var þess valdandi að hann lamaðist og bundið við hjólastól í dag. Viðbrigðin voru á sjálfsögðu gríðarleg, en Gísli lét þó ekki stoppa sig í því að stunda hestamennskuna. Og með aðstoð góðra manna mætir hann einu sinni í viku upp í hesthús og sest í hnakkinn. Ég var með hestaleigu áður en lenti í slysinu, sko. Hestaleigu Mývatnssveit, sko. Þá var maður bara baki með minn allt sumarið. Þannig að það var svona, þá var kannski reynda búin að hafa nóg á túristum, að rölda með þeim. En ég byrjaði bara strax, sko, í Reykjavík, nokkrum mánuðum eftir slys, þá byrjaði að fara á bak. Vorum að prófa þetta. Og þá þótti þetta svona svolítið nýtt. Og svo kom ég á Kristnes hérna. Í apríl, maí og þá prófuðum við þetta áfram og Ingvar Þórodds hafði svo mikið áhuga á þessu. Þannig að þú veist, maður var alltaf, ég hélt þess alltaf við og það er að passa sig á því, sko, að því að ég finn það alveg ef að líða nokkri mánuðir, sko, þá svolítið, það mál að fara á bak og þess vegna skil ég vel að þeir sem hafa aldrei farið á bak að það hentar þeim ekki eins vel, sko, þó að þetta sé náttúrulega rosalega góð þjálfun fyrir alla og
Hvað það þá sem hestamennskan í dag hjá þér gerir fyrir þig? Núna náttúrulega þetta bara sjúkraþjálfunartími sko, hjá mér alveg. Því að þetta hreyfir 100 vöðva þegar maður hestbaki, það bara venjulegt fólk sko. Og þegar ég ger þetta þá, þetta að líkast að því sem ég kemst að ganga. Vegna þess að þegar að maður fer svona aðeins svona hratt fett, að þá fara lappirnar á mér í raun að lappa sko. Og þá fæ ég þessa fínu hreyfingu sko. Fylgir hreyfingum hestsins. Já, þannig að sko að það sem eftir er dags þá eru lappirnar á mér bara mjúkar og fínar. Þannig að það gefur mér sko, og svo sparar þetta lyf. Já. Ég tek aðeins minna af lyfjum þá daga sem að ég sko fer á hestbak. Þannig að það munar alveg 2 töflum. En andlega hliðin? Og veitir ekki af. Já, og svo náttúrulega sérstaklega sko eins og hefur verið núna. Við erum búin að fara eiginlega síðan í október, einu sinni í viku sko, og höfum langbest verið úti. Og þá er þetta náttúrulega hressandi sko. Gísli notast við sérútbúinn hnakk sem hestamannafélagið léttir á og stendur raunar öllum til boða. En hvað með hestinn? Þarf ekki sérþjálfaðan hest? Ég keypti hestalíf og hann fylgdi með þar. Já. Og fer fetið svo hægt, þannig að hann var alltaf í hest á túrunum sko. Já. Þá var hann langsíðastur. Stundum maður fylgdist ekki með sko, þá var kannski hann nokkur 100 metrum á eftir allt í henni bara með einn túrista. Og ekkert gerðist. Svo ég með annan sem var bara sennilega 8 vetra þegar ég á hann hérna og var svona svolítið stressaður úti og hræddur sko. Og þegar við fórum með hann inn í Reiðhöll, þá hengdi hann bara hausinn og það var bara ekkert mál. Bara sáttastu við þetta? Já, þannig að ég held að sko hestar séu mjög fljótir að venjast þessu sko. Já. Og aðalega séu kannski ekki einhverjir svona vildir en svona tamdir hestar? Margir, já. En ég hugsa að þeir séu svona svolítið eins og dýrar við börn sko. Já, einmitt. Það er svona, þeir finna alveg, já, þeir gera það. En hann er náttúrulega, þessi er bara svo pollrólegur að það er bara hægt að gera hvað sem er með hann. En hvernig er það, ef að fólk sem hefur lent í slysi eða fatlað af einhverjum ástæðum langar til þess að stunda hestamennsku? Veistu einhverja lausni, hvað er hægt að gera? Já. Hvert er hægt að fara, skilur? Já, það er náttúrulega bara að fá sinn sjúkraþjálfara kannski með sér til þess að gera eitthvað og það má nota hestinn minn bara eins og menn vilja. Já. Hann er bara hérna upp í hesthúsi og klári í slaginn sko. Það er frábært að þú bjóður upp á það. Og þennan hnakk sem er og bara að gera sko. Gísli ætlar að halda sína hestamennsku ótrauður áfram, enda heilsubætandi fyrir líkama og sál. Og það er eitt sem að þetta gerir náttúrulega líka sem við erum ekki búin að nefna að þetta lemur beinin á mér saman. Að ég þarf náttúrulega að fá einhverja hreyfingu á skrokkinn, það er svona það sem maður vantar. Það er þessi högg sem maður fær í sko hlaupum. Já, einmitt. Og hann lemur mig alveg saman og eins og þið sáu áðan þá vildi hann bara brokka með mig og þá fæ ég svona góða beinþétningu. Já, Hér í Hörgárdalnum býr ungur og efnilegu knappi sem stundar reiðmennsku og tamningar á krafti og einnig fjárbúskap. Við skulum kíkja á hann Egil í skriðu. Egil Þórsson og móladótturinn Saga frá skriðum hafa náð frábærum árangur á mótum síðari ár. Meðal annars Íslandsmeistaratitil í fjórgangi barna árið 2013. Það er nánast regla frekar en undantekning að sjá þau tvö í efstu sætum á mótum Norðanlands. Egil á ekki langt að sækja hestaáhugann, enda er hann sonur hjónanna Þórs Jónsteinssonar og Sigríðar Kristínar Sverrisdóttur í skriðum, en skriðubúið hefur undanfarin ár komið sér kyrfilega á kortið yfir flott ræktunarbú. Hvað er það sem gerir hann á söguðina af meistara? Það er náttúrulega geðslagið og svo er hún svo vinnusöm og vill alltaf fyrir mann allt gera. Og svona þjál og skemmtileg og svo náttúrulega bara hvað hún er góð og þá vill maður náttúrulega halda bara meira með hana og miklu svona skemmtilega að ríða góðun á sem heldurinn. Já, bara sjálfsögðu. Er hún eru þið miklu vinir? Já, það er eiginlega ekki að segja annað. Þykir manni vænt hest bara eins og maður jafnvel þykir vænt systkini sitt eða eitthvað svoleiðis? Já, svona suma hesta. En hvað er það skemmtilegasta við hestamennskuna? Það er bara að fá þau út í náttúrunni og svona leika sér og svo eru náttúrulega sumrin og rekstrarnir og
allt þetta, það var skemmtilegt. Ferði hestaferðalög og svona? Já, Egill er mikill keppnismaður á eigin sögn og setur markið hátt fyrir sumarið. það stefnum við á spott. Já. Ætlarðu þá að fara með hana sögu þína eða ertu með eitthvað annað, kannski? Ég reikna nú með því að fara með hana. Já. Og vil hann kemur í ljós. Egill tekur virkan þátt í öllu sem viðkemur hestamennskuna á skriðu og hefur eldheitan áhuga á hrossarækt. En hvaða kosti vill hann rækta? Geðslag og fótabörður. Svo náttúrulega bara, þetta sé svona, bara svona skemmtilegt og skemmtilegt að vinna með því og svona. Já. Það ekki bara hross sem hann Egill ræktar. Hann stundar einnig fjárræktarkappi og kaupir sér jafnvel sína eigin hrúta til ræktunar. En hvers konar fjárræktar hann? Það að hafa sem kjötmestar og sem stysta lappir og... Akkur eiga lappirnar að vera stuttar? Bara fallir rollur. Já, ok. En þú ert ekki í litaræktun eða eitthvað? Jú. Líka? Það er grátt. Já, það er grátt, já, ok. Og ertu svona eins og afdælabændurnir sem þekkja allar rollurnar í sundur? Já. Þekkja þær allar með nafni? Já. En stendur til að rækta eitthvað undan sögu? Jú, það kemur núna vonandi. Já. Við erum búin að reyna hann 2 svar. Ok. Einu sem taka fósturvísa og einu sem í haldinni. Hún festi fang sko í fósturvísan, menn meirinn tók ekki við því sem við settum yfir. Ok. Og ertu með einhvern fóla í huga þá núna? Nei, þeir eru margir. Já. Já. Ég er búin að pæla mikið í þessu sko. Þú hlýtur nú að eiga þér einhvern uppáhalds. Já. En það kemur bara ljós hvað kemur undan. Það kemur bara ljós í vor. Það nú ekki hægt að kveðja hann Egil öðruvísi en að leggja hann á sögu fyrir okkur og taka hérna til kostana. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. Skafta og Hildi á Hafsteinstöðum í Skagafirði það vart að kynna fyrir fólki. En þau hafa verið í fremstu rauði hrossarækt í hartnær 35 ár. Eða síðan þau tók við búi foreldra Skafta á Hafsteinstöðum. Nýjasta afsprengið úr ræktun þeirra er stórhesturinn Oddi frá Hafsteinstöðum sem við sjáum hér. Frábær gæðingur sem hlaut hvorki meira né minna en 9,5 fyrir tölt og brokk í kynbótadómi í fyrra. Þá 6 vetra gamall. Oddi frá Hafsteinstöðum. Hvers konar gæðingsefni erum við að tala um? Þetta hann undan Linsu frá Hafsteinstöðum og Sæ frá Bakkakoti og verður 7 vetra núna í vor 2016. Og ég verð nú að segja eitt að fyrst við erum nú búin að fá sjá hestinn og áhorfendur náttúrulega heim úr sjónvarpinu og ég með berum augum og ég ennþá með smá fiðring í hnjánum. Er þetta málið með hestinn? Það svona útgeislun og... Já, þetta er náttúrulega ákaflega góður töltari og brokkari eða klárhestur. Og geðslagið? Ég held að við getum alveg sagt það, þannig að það er mjög gott geðslag í honum. Já. Hann svona mannelskur og já, hann eiginlega svona blíður. Já. Er það ekki? Já, glaður. Já, glaður, hann kannski... Hann svona félagi? Já, hann alltaf jákvæður. Kemur til manns, skoðar mann svona og vill gera fyrir mann það sem hann getur. Er ekki lán að fá tækifæri til að sitja svona hest og eiga svona hest? Jú, ég held að það sé ábyggilega. En er Oddi dæmigerður Hafsteinsstaðahestur? Það er svolítið erfitt að svara þessu. Ég veit eiginlega ekki hvað svona dæmigerður Hafsteinsstaðahestur er. Þetta eru svo margar típur til af hestum. Það eru alhliða hestar, það eru klárhestar. En hann náttúrulega hefur mikla útgeislun og hann hefur mikla hreyfigetu. Það er svona hans geðslagi og geðslagi, þess vegna er hægt að vinna úr þessum hæfileikum hans. Geðslagi fylgir með. Ræktun þeirra hjóna byggir á gömlu merg. Það byrjaði þannig að ég fékk gefins grátt merfólag sem var skipt toppa þegar ég var 30 ára. Ég held að hafi nú
bæði afi eða pabbi eða þeir báðir, þeir gáðu mér hann. Og það svona, það upphafspunkturinn í þessu hjá okkur. Og það flest komið undan henni eða eitthvað? Já, það er held ég, lang flest komin út af henni. Feykir frá Hafsteinsstöðum var lengi flaggskip Hafsteinsstaða rektorinnarinnar. Og í dag má rekja ættir flestra fædda folölda á Hafsteinsstöðum til hans, meðal annars gæðingana Huga og Odda. Já, hann var til þannig að við vorum nú miklu félagar, ég og Halldór Sigurðsson hérna sem kendur Þú varst nú að læra hjá honum, gullsmiðina. Já, ég lærði hjá honum gullsmiðina. Já. Og hérna, Dóri Gull, hann var nú alltaf kallaður það. Já, já. Og hann sá Topp einhvern tímann og var mjög hrifinn af henni. Hún var mjalla hvít og mjög falleg hrissa, hálsfalleg. Og svona myndaleg hrissa og hann fór strax að tala það að við ættum að koma með þessar hrissu undir rauð. Það er 618. Það gæti ekki brauðist, sagði Dóri. Og við gerðum það og fengum Feykir. Já. Þannig að það borgaði sig. Og líka við fórum með svo aftur og fengum hrissu. Fengum hrissu. Já. Sem við áttum alla til. Já, einmitt. Hvað það svona sem þið leggjað áherslu á í ræktuninni? Bara gæði. Fá upp góð hross sem einhver vill koma og kaupa. Já. En það eins og í dag, þá það langmest eftirspurn eftir bara góðum keppnishrossum og ræktunarhrossum. Og það eru slík hross sem maður verður eiginlega að fá upp og vera með á bólstafnum til þess að geta bara að lifa þessari grein núna. Frá Hafsteinsstöðum hafa lengi komið gæðingar í röðum og búið þekkt fyrir fastmikil getuhross á öllum gangi. Og aldrei njóta þeir sín betur en einmitt í ræktunarbúsýningum á landsmótum. En þau hjónin, Skafti og Hildur, hafa verið dugleg að taka þátt í slíkum sýningum gegnum tíðina og hafa ávallt vakið mikla lukku. Ég hafi nú verið þekkt fyrir það að vera með svolítið skemmtilegar og hressilegar ræktunarbúsýningar. Hvað það að hugsa fyrir næstkomandi sumar? Já, við vorum svo sem ekki farin að hugsa mikið en þú hnippir í mann. Það kannski verðum að fara að undirbúa eitthvað. Jú, það væri gaman að vera með ræktunarbúsýningu og holum. Já. Jæja, það hallar að degi og komið tími til að kveðja. Þeir feðgar Skafti og Skafti yngri leggja á fyrir okkur í kveðjuskinni. Skafti yngri leggur á móulottan albróður Odda sem mikið efni. Þá dagskráin tæmd í kvöld, kæru áhorfendur. Við þökkum áhorfið og fylgist vel með í næsta þætti.